Logn mild og góð. Hún ein af þjómsumauðum Frigg og Logn áttunda konan í ásinum. Frigg æðst. Frigg býr á bæ sem heitir Fensali og hann alvegalegur. Frigg móðir Baldurs og Hermóðs hins svarta. Nafn hennar merkir ást eða hinn elskaða. Einkennisgripir hennar eru lyklar, mistilsteinn, valsamur og rokkur sem hún notar til að spinna skýin. Gefjun kona ein af Ásaætt. Gefjun setti land og gaf því nafn sem hún kallaði Selund. Gefjun tók ágætisland frá Gylfa þannig það rauk af Dráttardýrunum og bætti því við Danmörku. Sjöfn á elskuhuga sem kallaður Sjafni. Sjöfn á mikinn þátt í að snúa hugum manna til ástar til bæði kvenna og karla. Sif gyðja í norrænni goðafræði með slegið, glampandi hár hennar sem bylgjaðist herðar hennar. Á eftir Freyju var Sif fegurst allra gyðjanna. Hár hennar úr gulli og Loki dáðist af því og klippti hárið af henni. Þá hótar Loki öllu illu. Loki fór til Svartál og átti að gefa honum nýtt hár úr gulli handa Sif. Sif býr með Þór í höll hans, Bilskirni í ríkinu Þrúðvöngum. Í Bilskirni voru 540 herbergi og var stærst allra húsa sem menn vissu um. Freyja þekkt fyrir að vera ástargyðjan í norrænni goðafræði. Hún fegurst allra gyðjanna og margar gyðjur líta upp til Freyju. Hún verndargyðja yfir heimilum og þegar hún ferðast á milli staða þá eru 2 kettir sem draga hana á milli á vagni sínum. Hún býr yfir fjaðarhami sem hefur þá eiginleika að ef hún setur yfir sig fjaðrir af fugli þá getur hún breytt sér í fugl og flogið. Freyja ættuð af Vanaætt. Njörður sjávarguðinn faðir hennar og bróðir hennar Freyr. Iðunn ein af gyðjunum í norrænni goðafræði. Hennar hlutverk var að rækta og taka ábyrgð yfir yngingareplunum. Eplin voru afar mikilvæg fyrir goðin og héldu þeim ungum og kraftmiklum. Eitt sinn var þó fyrir því óhappi að eplin voru rænd. Loki átti þá þátt í því þegar hann hjálpaði jötnunum Tjassa að stela eplunum. Tjassa hafði mikinn áhuga á eplunum hennar Iðunnar og vildi fá mátt þeirra en síðan var Loki sendur til að ná eplunum tilbaka og eplin björguðust. Bragi, maður Iðunnar, þekktur fyrir að vera skáld goðanna. Þau eiga búsetu í Grasa og aldingerði Ásvalla. Blóm eru líka stór partur af Iðunni og hann kölluð vorgyðja og hún lamar ávallt af blómailmi. Og í stað þess að fótspor koma eftir hana, þá vaxa blóm þar sem hún stígur.